Já, hvað það er velkomin að streymi. Við erum með línu og durtana á móti leifunum. Ég er bara einn eins og ég er til að tjekka hvort ég get ekki fengið eitthvað annan með mér. Við sá línu og durtana banna Doktorinn, Legion, Underlord og Shadow Demon og leifarna banna Rikki og Abaddon, Skilvilda, Abaddon banna og Surtu vantilega. Og banna líka Undying, Surta að hitja. Og taka Sanging, ég fíl þetta næs að byrja þetta eftir á Sanging. Það er gott flex og getur spilað mid eða offlane. Og já, ok, vá, það er first pick Bloodseeker, ok. Þessi hitja var ekki einu sinni pikku í einum leik á TI, þannig að þetta er alveg áhugavert sko. Mér finnst þú líka ekki frábær hitja, svona, ég sé fólk reyna að eða fara í eitthvað svona spellbuild á honum, sem að er svona ekki það besta í heimi. Og mér finnst það ekkert vera almennilegt bild á honum en já, áhugavert, ég veit ekki hvað það er alltaf að gera við þetta. Gæti þannig sé verið carry mid eða offlane, nefnilega vanlega carry. En já, mér finnst þessi hitja eiginlega ekki hafa neitt fram yfir aðra hitjur fyrir utan að geta countera Pangu, það er bara eina eiginlega. Og sem Pangu er líka ekkert bilaslega erfitt með þess að spila móti sko. Þannig að já, bara til að vera heiðalegur þá fíla ég ekki þetta pick. First pick Bloodseeker er mjög furðulegt, en þið getur verið að kúka. Þetta er enda gott pick núna, taka Prophetinn, getur náttúrulega að spila líka mörg ról. Sjáum við banna Juggernaut líka sem er annar bara F-tier carry finnst mér, og leiðurna banna Pudge og Oracle. Pudge er Puppet signature og Oracle Surta signature. Það er Viper, second pick Viper hérna. Getur náttúrulega líka verið flex á mid og offlane og Clock, geggjuð hitja. Ég þekki ekki alveg til allra spilarana hérna, en ég held að það sé allavega Heroin Horse Fjarki og Mói þristur, ég veit það. Og í línu á durtunum held ég að Sverð sé pos 1, Ilfjarki, Puppet mid, Surta 5 og Q þristur. Já, spurning hvað línu á durtunum ætla að svara með móti þessu Viper picki sko. Náttúrulega leifarnar eru með 3 ógeðslega leiðilegar hitjur að spila móti. Já, taka Grimstroke, ok, þetta er þetta gott kombo með Bloodseeker og líka Prophet held ég. Getur Prophet ekki ég held að Prophet geti klikka últið á
teðraðan gæja eða linkaðan gæja og þá fær hann 2 ulti. Ég held það. En annars náttúrulega tvöfald Rupture gott en samt sko, já ég veit ekki, Viper náttúrulega stendur bara stands his ground, hann er ekki að fara, þú veist, Rupture gerir ekkert á móti honum. Senging er enda fíla svona að fara inn og út kannski en Rupture gerir samt ekkert mikið á móti honum. Taka Darkseer, já, ok. Svo sem ekkert sérstakur Darkseer leikur þannig síðan er maður náttúrulega fyrir utan það að setja upp á vegginn að gera en annars bara mjög góð hetja. Farma mikið og getur keypt pípur hratt og býr til endalausa pressu með því að pusha inn wave'una án þess að vera á staðnum. Þannig að vantilega annarkvort Viperinn eða Senging sem það þarf að sitja á einu leini bara og svara þessari pressu sem að Darkseerinn býr til. Ok, taka Treant. Þetta er örugglega bara, já, topp 3 sterkustu 5-ur eins og er. Sko, lína á Durthanir drafti er held ég alveg svipað og þeir spilu, eða kannski ekki svipað en þeir hafa pikkað Darkseer áður held ég og örugglega Prophetinn líka held ég að þeir hafa pikkað áður. Það var ekki að tjekka það, en já, það er Void Spirit bann. Náttúrulega já, Pupperfett spila líka mikið Void Spirit. Ég vil bara tjekka á síðustu leikjum hjá þessum liðum. Já, lína á Durthanir hafa áður pikkað Prophetinn og nei já, þeir hafa bara pikkað Prophetinn, þeir hafa ekki pikkað Darkseer áður. Ok, þannig að það er ný hetja fyrir þá. Og síðan er þetta mitt fyrsti leikurinn hjá leifunum. En já, það er Void Spirit og Koppan og lína á Durthanir banna Spectre og Weaver. Ég veit ekki alveg okkur er banna Spectre samt. Kannski er það bara eitthvað komfort því hjá karrispilaranum í liðinu. Ég man ekki hver er karri, hvort það sé Oddur eða eitthvað en já, taka Phantom Lancer, ok, inn í Darkseer, það er alveg áhugavert sko. Annars er PL svo sem góður móti öllum hinum hitjunum. Reyndar sko spellbildið á Bloodseeker held ég að fokki PL alveg upp ef hann fer í spellbildið. Og sen er PL líka bara frekar dogshit carry hitja eins og er. En gæti líka verið að þetta sé bara eitthvað komfort og það er með alveg mikið pók í leifunum, þú veist þeir þurfu ekki að
fara bara eitthvað all in í eitthvað fight fyrir utan þú veist klokkin en geta það endalaust verið að póka og síðan bara hoppar einhver sangking inn og bustar hann niður. Mínútur þannig eiga þarna 18 sekúndur eftir og já, taka Necrofoss, ok, já, þetta er Purplefell líka specialty hérna Necroin og svo sem allt í lagi þetta er náttúrulega sko já, þetta er bara fínt Necropick. Það er spurning hvort hann fari í Radiance núna á móti Phantom Lancer en ég held að það þurfi þess ekki einu sinni. Já, þetta er svo, já, Curry Bloodsugar, ok. Og þetta er Heroin Horse að spila Viper, þannig að þetta hlýtur að vera Viper þristur, já. Og Mói er að taka 5, býst ég við. Þá hann sé vanlega þristur held ég. En já, það er eitthvað að breyta til þá. Og þá hlýtur þetta að vera Sangking mid nema þetta sé Heroin Horse og Viper mid. Já, leikurinn bara byrjar inn á skams. Prepare for battle. Já, leikurinn er hérna að hefjast. Það er svo Surta Grimstroke, Illa að spila held ég Fjarka Prophet, Q að spila Darkseer, Offlane, Necro mid og Sverð, já, ok, hann er Grandmaster Bloodsugar, ok, þannig að þetta er bara eitthvað comfort fyrir hann væntanlega. Síðan erum við með These wretched fools have no idea. sko, það hlýtur að vera bara mid Viper held ég. Fyrsta Sangkingin er með 6 tango. Hann er þetta með Wardin líka, ok, þetta er mid Sangking. 10 players compete. En byrjum með 6 tango sem er frekar furðulegt finnst mér. En já, fullt af tippum í gangi. Þeir geta dívorta þetta, gáður endar upp að þeir voru með Vision að þeir stóða logo-hundur með þeir dívorta. Þess að hann tekur þennan facet, ok, þannig að hann er ekki invis. Þetta ætti að vera alltaf lane fyrir hann ef hann nær svolítið að creepa gráða. Já, þessi er 3-5 og Heroin Horse, Viper, Offlane, já. Hann er góðu harassi þarna. Og shit, hvað er mikið damage, vá. Og hann er kurjarnum líka, þannig að hann fær ekki eins og því hvað var hann með að kurjar. Nei, ég get ekki sagt. Já, góður hann á kurjarnum þarna. Þetta sé bara stöður, já þetta er first blood. Ég misti reynda að færa á klokkinu, það er bara alltaf leið. Já, hann kaupir líka Quelling Blade og Prophet, þannig að hann ætlar að cutta trén.
Þeir geta verið báðir bara endalaust að kalla trén off cooldown. Tölvöld erfiðara fyrir tríandan að spila laneið þannig. Gott að næja hana fyrir Jesus. Já. Já, ok, hann er alveg að harrasa mikið úr laneið, Sankingin, sko. Þetta fyrir líka bara að kaupa stikk og þetta minna vesen fyrir hann, sko. En já, glemt að minna svo þjálfarinn í liðunum. Þjálfarinn hjá leifunum er sem sagt Mati úr mínu liði, Mati Vesely. Svo einhverjir kannast við hann úr síðustu deild. Og þjálfarinn hjá línardurtunum er Atli, Icefog. Já, tveir sterkir þjálfarar sem voru býst ég við að berjast í draftinu. Ég sá heldur ekki hvort þeir voru að hjálpa við draftið en ég held það. Annars hvet ég eindregið þjálfara til að hjálpa til í draftinu. Ég sé þetta bara frekar rólegt so far. Það er líka sko Necron alveg að stoppa í lasturum og Viperinn líka. Náttúrulega erum við að spila Bloodseeker mótið Viper. Og topplaneið er svona jafnasta af öllum laneunum. Það eru 16 viewers, shit, ok, er enginn af þessum 16 viewers sem vill koma með mér í kókast eða? Ok, byrju, það er... Já, ekkert go. En já, þetta er bara að byrja rólega leikur. Bæði lið bara svolítið að reyna að farma og fá lastið inn. Byrju, ég mista killið hérna á... Já, ok, ég drepa hann hérna á mig. Ok, já, gott rotation hérna hjá Prophetinum. Herru, Randi ætlar að kasta með mér. Blessuðu Randi. Góð kvöldið. Já, góð kvöldið. Takk fyrir að koma með mér hérna. Þegar Oddur er í vesinni, þetta er það sem ég held að væri að fara að gerast. Furion lemur hann bara með hann að kép pússa linnun á hann. En Necron er í vesinni mitt. Miklu vesinni. Já, herru, shit, ég er að fokka öllu upp hérna. Ok, herru, hann reyndar sko, það er gott rotation hjá, því ég hef bara spólið tilbaka sko, ég misti af þessu öllu hérna. Hann er að spila ógeðslega aggressív hérna, já. Já, hann stendur sinni sandstorm og það er rough sko, þetta er level 3 sandstorm. Já, áður en þetta gerðist þá var hann að fara svolítið illa með sangingi mitt sko, þetta var smá vesen sko. Þetta verður bara svo mikið magical damage á Sangking sko, þegar hann fær level 3 sandstorm sko, það er bara allt mikið, hann getur ekki díla við það. En hann er ennþá samt alveg efstir í networthið by far, Necroin. Já. Þannig að þetta er ekkert rosa slæmt sko. Hesturinn er aðeins að refsa sverðinu. Já, það er svolítið röfflegin. Hann keypti mér svo örn á Viperinn sko, þannig að hann veit að hann getur örugglega fengið einhver kills hér upp í því. Wow, return kill í mid. Má sjá. Já, og fær síðan DT rún. Ok, já. Hann kikir. Já, gott kill hjá hann, return kill, hann er solo kill. Þú veist, hann level 7 eða hann er travel skjúa, hann getur bara snowballað svolítið out of control núna. Örn líka á Prophetinum. Náttúrulega trén gerir ekki mikið við
Við tríantinn. Nei, sko, þeir eru að fá miklu meira en þeir eiga að vera að fá. Toppleinir hjá Já, Dire. ég er eiginlega sammála sko, það eru double melee og Darkseid móti PL. Já, ekki bara Darkseid, en líka Furion, sko, þú veist. Einmitt. Já, þessi Furion getur alveg lamið sko. Nei, Hesturinn hann er drepur aðeins og sverð. mista því en já, hann tipir hann skannaði ekki á undan sér sko, maður verður að skanna á undan sér þarna. Það Himsi bara fekk XP-rúmið og solo kill sko, shit. Já, Hims er að spila vel, sko. Hann er 3-0. Já, Hann er sko búinn að drepa fjarkan, tvistinn og ásinn í já, svona leik. það er galið sko. Það er betið það góð, það er að Já, dæra hesturinn, stúlkuna. já, hann er góður, hann er góður. Gott chipja. Já, ég held að það eru engi stakkar í boði fyrir hennar Sand King í miður, þannig að hann mun bara eiga svolítið vera lengi að catcha upp í svona leik held ég. Já, sjá líka hvað þeir gerðu núna. Ég fíla þetta rotation já. eiginlega ekki, sko. Núna fær PL bara... Hann er kannski varfport þeirra að fá að farma, hann kannski skiptir ekki þetta máli, jú. Jú, ég held að þetta sé nefnilega, ég held að þetta sé alltaf lagi sko. Ok, já, hann drepa hann svona gott, vel spilað á hann. Já, pappa ykkur. En jú, ég held að þetta sé alltaf lagi nefnilega sko, þú veist. Þeir fá, sem liðsheild fáið meir út úr þessu, út af Darkseid með Surge, hann mun ekki deyja. Já. Að þó að Darkseid fáið kannski jafn mikið að lastitum, þá fær Bloodseeker fleiri Já, lastit. það er rétt. Þetta var... Núna þarf Furion að mæta niður. Já, þessi Viper á að vera dauður hérna sko. Já, hann á bara að veggja Viperinn og Furion á bara að mæta og þeir hefðu það að drepa hann, sko. Já, Í staðinn fá þeir ekki neitt. í staðinn deyr hann bara sko. Já, Ok. þetta er rough. Já, það er að næja middhjörðunum, shit. Þetta er rosalegt að nekra náið middhjörðunum eftir 9 mínútur sko. Það er líka með Trowels, góð með Trowels. Það er bara góða Það kjóar hann sverð upp. sko. Þetta er góða sverð og hann er dauður. Ég held hann deyr sko. Ja, Æ, þú var rétt sem vá. þú. En byrju, Prophetin dó, Hims drifur Prophetin á meðan. Já, nær hann með það topp. Já, ekki með ulti. Nei, hvað, Hims er chat sko, þetta er Já, tilvíku spilari. við getum bara callað MVP núna. Ok, vá, og þeir treyta killum bot. Já, nota vegginn og drifur Viperinn. Ok, Hvað er og XP-ið? fær XP-ið einmitt, þannig að vel spilað hjá honum. Og tippar hestinn. Já, að sjálfsögðu sko. Þú mistir að það voru svona 60 tipp í byrjun sko. Ok. Ég veit ekki, þetta er mjög rough Bloodseeker leikur sko. First pick er líka Bloodseeker og Bloodseeker er ekki góð hitja núna sko. Og það er enginn sem að getur eitthvað... Hims. Og hann er að mæta í double kill. Býtu, ok, Eða Pablo hvað? er mættur. Býta aðeins. Þetta er Rampage. Necroin er Rampage frá mættur. Necro, sko. Ná, ok. Ó, vá. Þetta er samt... Hann cancelar últinn hans, vel spilað hann svo. Það var óöfbindin, ef hann hefði líka náð að chaina Hims, sko, það hefur báðið dáið. Já. Hann hélt hérna... Ó, Pac-Man, hvað... Pac-Man er tæpur, sko, ég held að hann degi bara. Já, Já, hann honestly deyr bara, shit. Og það er meira. Já, vel spilað. Já, questionable að hafa dæfað Necroin þannig, sko. Já, þeir eru með Necro problem, sko. Og svo fær hann líka PL-inn. Úff, já, næra... Raptor, já, ok. Shit. Hvað, þannig að Bloodseeker er meira sem núna komin yfir Darkseidin og Sand Kingin, sko. Shit. Bara á þessu einu killi. Hann líka var með killing spree á PL, sko. Já, vá.
Þannig já, það vantar aðeins upp á stakka þarna hjá báðum liðum sko, þú veist, þeir bæði liðum með góðar hitur sem geta tekið stakka sko. En Sérstaklega það eins búið að og, vera hátt í kill per minute, það kannski hefur ekki verið já, tími til að stakka sko. reyndar sko. En bara, ég meina, Sangin getur alveg pússa bara veifinu og stakka sjálfur sko. Hann er reyndar að stakka núna, Já, og það er jákvæmt. Það er vel spilað. býtu, hvað er hann að byggja? Hann er að byggja Bloodstone, og hann er bara með maskið á courier, ok. Mitt. Himmi er að fara að drepa sverð, Ég held það sjáðu. líka, sko, vá, rút. Hann þarf ekki einu svona að nota... Hann getur húkað, Tæpur. Kemur Hims. Það var tæpt, sko. Hann blokkar líka Ég veit counterinn, ekki hverjir eru favorite í þessum leik samt, sko. Nei, ég veit það ekki heldur. Kanski á blaði eru lína og durtarnir kannski, ég hugsa Jó, Sturlun er 1,9 á þeim og 2,5 kannski á legunum. En sko það er smá vandamál eða eina hitjan sem að tekur alvörunni turna er Prophetinn sko ef hann er að splittpussa eitthvað. Annars er engin hitja þannig sem tekur turna nema kannski, þú veist, Viperinn með Shardina sem búið að nerfa það sko, það er ekkert það frábært lengur. var það nerfað? Já, alveg fyrir löngu sko, þannig að þú veist þetta er ekki eins og Já, þetta það var, er samt sko. fínt, það er ekki hræðilegt, sko. Já, það er betur en ekkert sko, en þeir eru ekki með eitthvað svona náttúrulega hitu sem að tekur turnar bara náttúrulega. Sjáðu rotationið top, Necro Oh shit, og Grimstroke, þeir eru að fara að últa það saman, sko. þeir eru að flagga á sko, já. En sjáðu líka, þeir eru með skemmtilegt synergy með Grimstrokinum. Einmitt, Þeir eru bæði með Bloodseeker og Necro. einmitt. Það var líka Laspik Necro sko, það eru býtað hann er með, já þetta er Surgeið, vá, þetta er líka gott kombo að Surgeja Necron sko. Já, Bara últa hann fyrir stakkin held ég sko, já, og taka turnin sko. Matti var í vesenni. Sko hérna þarf Heroin Horse að cutta waveið hérna sko, bot. Til að reyna að setja ykkur að pressa hann á turn sko, hann tekur turnin svo hægt. Já, ég rendi reglu í þessu saman með Viperinn. Já, þú veist, hann þarf bara að fara hérna milli tier 1 og tier 2 eða svona fyrir neðan smólkampan hérna og stoppa creepinn þar og farma það þar. Svo að creepinn hans fari að lemja turnin. Þeir eru að rótita eitthvað bot hérna í línu og durtunum. Já, það hefði svo duglegur að skamma mig fyrir akkurat þetta. Já. Þeir að þeir eru smókar hérna bot, bara tveir samt. Necron er að koma í bak sko, þeir eru ekki með neitt vissun á hann. Ok, hann fer inn. Hims með gott hookshot. Það er Overgrowth líka notað, en núna er Necron mættur, ok. Heroin hesturinn er í vandræðum. Líki, hann notaði sko soulbind á Grimstroke, en þú veist fyrir hvað, það er ekkert sem að Darkseerin getur notfært sér sko. Já, vantaði pínu upp á execution þarna sko, soulbind gerir ekki neitt þarna. Býtu, Hims á ekki hookshot. Þeir eru að keyra yfir sem okkur Ég var aðeins að, Heru. ég var í tæknilegum möguleikum. Já, hann dreipur bara Viperinn og dreipur Hims líka. Shit, ok. Já, þessi Necro er eiginlega alltof sterkur sko og hann er komið líka í Eternal Throat. Shit. Já, ég hugsa að Pubba Fett fái ekki aftur að spila Necro sko. Ég held að sjá hann kaupa sjard og hann kaupir þetta hjarta, sko. Já, ég er sammála. Vantar cards. Þeir eru rauninni ekki með neitt card sko, þannig að já. Og ég reyndar ekkert voðalega hrifinn af þessu hjarta pick-upi, sko.
Mér finnst það alveg gott sko, það síðan kaupir hann bara Axe og hann er ekki svo ógeðslega mikið damage þá við þegar Já, hinir gæti já. að vera takki sko. Ég held þetta nulli bara út Bloodstone-in hjá Sun King sko, ég held að það sé, ég er eiginlega fíla þetta sko, frekar en Radiance eða eitthvað svona, þá fíla ég þetta betur. Já, ég fíla bara Kæja Sands meira, sko. Já, kannski. Það er náttúrulega aðeins minna value bara eftir að status resistance stótinu var breytt sko. En ég er alveg samanlega, Kæja Sands er líka gott á þessar hetju sko. En ok, að næstu kom Bloodstone á Sun Kingin sko, Sun Kingin er alveg að ná að catcha upp hægt og rólega. Og Himmi, hann húkkar ill og hvað gerir síðan? Herru, netið mitt átt út held ég. Ég er samt heyri í þér, sko. Já, Já. netið mitt átt út, ok, þetta er komið í lag. Einu svona. Já, En ef Prophet, Himmi er semst komið forstaf, einmitt. Það, þú veist, tjúklan farmar, það er alveg, hvernig fekk hann það eiginlega? Það er alveg langt síðan, hann er með 1000 gull núna. já. Já, góður spilari sko. Það er nánast komið rati á blótsíkarinn. Súrda er að hjálpa honum að farma. Já, einmitt. Ok, hann ætlar í Radiance, það er náttúrulega gott að mútið PL sko. Já, já, já. Já, þú veist, honestly, Mjölnir ekki bara betra eða? Já, þú veist, Necron er alveg geta keypt Radiance, hann var eiginlega bara svo ógeðslega mikinn, hann var svo ógeðslega mikið gull á Necro. Ég held að hann ætlaði held ég að kaupa Radiance þangað til að Sverð baði að fá að kaupa það, sko. Já, einmitt. En sko, ég held að hann fari í Axe og Radiance á Sverð. Já, einmitt. Fyrir í spellbildið eða þannig. Hvaða gríf vort er þetta? Hims blokkaði Ancientana. Já, þetta er bara alvöru player sko. Og það er sko bara að fá að lifa þarna Já, út fullt duration, sko. einmitt. Þetta er gali play sko. Byrju, hvað er að gera stopp? Þeir eru að dæfa eitthvað mikið sko. Þeir eru bara hjá tier 3. Þeir hljóta refsir þessu sko. Já, það er fyrir að mass TP tilbaka. Hvorugt lið er ekki með neitt katt sko. Hún er klokkin, en klokkin er hinum inn á mappinu. Já, Það er aldrei bara að labba burt frá þessu. Shit, ok. Vá. veitu. Bíddu, ok. Nei. Oh, það er fuck. ekki rétt. Ok. Þetta er allt í lagi. 2 útnótuð. Búið, já. Fyrir ekki neitt. Klokkin er að mæta sko. Þetta er, ég held að leifarnar, þetta er góður fight sko. Það er bara all in á Puppafett og drepa hann strax sko. Þú veist, það er engi veggur, það er ekki soulbind. Akkur er ekki að góða? Það er ekki að spila allt á passið sko. Geta alveg dreipið hennan Necrohaldi núna með últinu frá Sun King, level 2 uppi. Já. Getur hann líka farið í Eternal Straught og Bloodseeker. Það er alveg skrítið, hann er svona séð að spila smá svona offlane playstyle eða þannig. Ok, ná ill. Veitu. Sko já, ég veit ekki. Darkseid er eitthvað sem er að kaupa pípu sko, ég held að hann þurfa ekki í Eternal Straught og Bloodseeker. Nefnum þetta sé eitthvað út af Axe buildinu sem hann fer í, ég spila ekkert Bloodseeker sko. Þannig að ég ætla ekki að... Ég ætla ekki að efast mikið því að Sverð spilar blótsíkar mikið. Já, ég er sammála, ég ætla ekki að efast um þetta sko. En ég held að sé svona döður eða. Já. Himmi er líka með DD, sko. Já, Hims Rip. DD sko. Hims er the real carry sko. Tjatti segir Puppafett mun kaupa Dagon 5. Það er það málið það. Það Það var er þetta, bara sko honestly, ef að Grimstra kaupir Hex og hann kaupir, þú veist, Dagon 5 er ekki gríf í þessum leik sko með þessu soulbindi, ef þeir komboa með því. Nei, reyndar ekki. Þú veist, bara bustaði einhvern gæja í liðinu sko. Að þeim vantar eiginlega að busta á móti Sun King, hvað sem er sko. Þú veist, sjálfur myndi ég ekki kaupa það, en ég væri til í að sjá það sko.
taka tormentur á línu. Já, en Viki, það er pípa á leiðinni, sko. Líka, Byrju hvað, já, á ok, Darkseer. ég sé ekki alveg chat hérna. Nú svo ég ætla að opna á. Ef Viki segir þessi grífa fara ekki í pípu heldur að fara í Transroad. Já, náttúrulega þetta er Bloodseeker carry, sko. Þannig að Já, já. það, já, Darkseer fyrir pípu, sko. Engar áhyggjur af því. Sko, Péllin er alveg að farma mikið, sko. Hann er komið með Axe, Diffu. Hann er sterkur, sko. Líka fíla það sem Sanking er að gera. Bara spila hinum inn á mappinu við liðið sitt og að pása. Oddur Frozen. Já, hann er með diffuse, hann nú 2000 skall upp í hjarta. Já, hann er. Þetta er svona ekki frábær PL-leikur, sko. Eða þú veist, Necro og Það er Bloodseeker. eiginlega ekki hægt að spila PL á móti Grimstroke. Já, einmitt, það gerir svo mikið damage líka, sko. Já. Og þú veist á móti sko Necro, AoE og Bloodseeker með Radiance. Þetta er rough, sko. Já. Þetta er erfiðleikur, sko. Þú veist, já, það Pétin á erfiðan leik. Ég veit ekki hver, þú veist, ég veit ekki hvernig þeir munu enda leikinn á leifunum, sko, af því að, þú veist, ef þeir vinna fight, þá náðu þeir ekki að taka, þú veist, 2-3 turna í röð eða taka rax, skilur, á hann þeir respawna, þeir eru svo lengi að taka turna. Þetta er samt bara alltaf með PL, hann 6-lótaðan sko, hann Já, það er ríður beisinu ef hann verður sko. Já. Deini er að vera að koma með pípu, eða svona langt kominn. Já, mitt, já. Það er bara bæði lið, þetta píputæming á báðum liðum er gott, sko. Þeir eru líka fá það mögulega bara að svipa tíma, sko. Þeir eru Já, báðir- góðu smók hérna núna. Það er smókar. Og Radiant smókar líka. Já, smók. Samt. Sko, sverðir Og já, alveg eitt. bæði liðir að smóka án carries. Já, sverðir Eru þeir að fara að alveg- finna Bloodseeker? Hann sér hann. Já. Ok. Hann Já, þetta var fallegt. Já, Eða hvað? Hvað er mikið damage? Ok, þeir falla. Ok, núna út, sko. Út. Já, Get out, sko. oh fuck. Holy shit, ok. Já, hann er svo sterkur og Pumba Fett, sko, ég get ekki neitt við hann. Ok, Heims kemst burt. Já, Pétur er fæn sko. Ég er Já, alveg hrifinn af þessu. Hann er bara pókað á aðeins. einmitt. Og ef þeir overstaya Bíddu, þá bíddu, drippur ok, hann þá. Súrtaði er það. Já, Það er buyback á Viper, sko. Bíddu, hvernig ætlar hann að koma Ja, sér? what? Hann er ekki með TP, sko. Hims, Heims, Kuka Creep. next level play, kannski. Þetta er Pumba Fett, þeir eru að chase hann að Pumba Fett, sko. Það er ekki gott. Hann er bara að drepa þá, sko. Já, Ok, sverðið mættur aftur, þetta er svo langur fett, hver Viper er á leiðinu, Já. sko. Þetta er bara svo fucking hægur. Þegar hann deyr bara, já. Nei, og Hero hann bara að deyja líka hann, sko. já, Það er einhver epic support fight hérna líka, sko. Ok, vá. Þetta er basically team wipe, sko. Úff, já, þetta buyback var ekki málið, sko. Hann átti ekki TP eða neitt, sko, og sem bara kemur hann og deyr. þeir tóku þarna fight þar sem þeir fengu carryinn fyrir 2. Já, það var bara Hefðu bara alltaf bakka, þú veist, Já, emotional damage var búið. Það er Já, gott þetta- Steini minn í chatinu.
Já, bara til að vera alveg hreinskilinn og kannski smá svartsýtt, ég sé ekki hvernig Leifarnar geta unnið leik eftir þetta, sko. Þú veist, Pabba fyrir með fokkin 17 network, sko, hann er að fá Axe bara eftir 2 mínútur, sko. Og hann er að labba með Philostone. Já, ég meina, sko, þetta er rough. Já, Ef hann þeir er að eru fara í ekki Axe approach, bæbaka þá sko, ættu þeir pípu núna sko. Núna er hitliðið með pípu. nákvæmlega, þetta er, og þú veist, Viper var nær því áðan, sko. Já, Sko, núna þurfa línudurtanir svolítið að pusha þetta advantage, sko, fara að labba bara saman 5, sko, þú veist, þeir, ég veit ekki, ég held að Leifarnar geta ekki einu sem drifið 1 gæja, sko, kannski Grimstrókina út af PL, en, já, ég veit ekki, þeir eru smókaði 3 á bóð. þeir þurfa drone out fight fyrir PL bara alltaf. En það er bara svo mikið sustain hinum minn að það er ekki hægt. Já, málið er líka bara Necro vill líka drone out fight, sko. Já, ég veit það sko. Það er bara svo fullkomin Necro pick, sko, þú veist, já, ég veit ekki, ég banna Void og Quop frekar en Necroin, sko. Það er líka bara svo miklum tíma að ég ger ekki neitt, sko, bara að farma, sko. Eða þú veist, þeir eru búin að standa þetta 3 í mínútu og að gera ekki raskat, sko. Já, meðan sverð komin yfir PL-in. Einmitt Er að fá eftir að Axe. hann átti hræðilegt lane, sko. Hann átti náttúrulega ekki leik sko. Nei. Hann er einmitt að fara í þetta spil, þú veist, Bloodseeker, nei, PL mun held ég held þetta sé mjög gott á móti PL, sko. Það er 100% sko. Ég bara svo sé svo lítið af þessari hitju að ég get eiginlega ekki sagt neitt almennilega til um það, sko, en Radiance er líka það gott á móti PL að ég hef verið að kaupa, ég keypti á CK sko. Ég viðurkenni reyndar ég tapaði leiknum. já, já, Og það var Biggi frændi sem beitaði mig í það. hvað, sagði hann þér að kaupa eða eitthvað? Eða Já, hvað? já, hann manaði mig til að kaupa Já, Radiance á CK. já, I Þú like ert ekki að mana mig oft til að kaupa Radiance sko. Það kom að Axe og Það er búið að brýna þetta bitlausa sverð. Það er hárétt. Gaur, hver er Já, svo það er, þeir geta ekki tapað. laukríkur er andur skeitin, sko. Þú veist, ég veit ekki ennþá hver þetta er, en síðan kemur hann bara af og til í chatti með línur eins og þetta, sko. Haha. Gæðin er bara modern day Twitch ljóðskjáld, sko. Ljóðskáld. Já. Það er eitthvað að gera spott og Já. geta þér út á hjá Sanking, en hann er bara döður strax, held ég. Tvöfald út, já. Býtu, hann dodja hann á P, eða ha, hvað gerist? Það rann út eða ekki. Á bara sama tíma, já, ok. Já, ok. Break á Necro. Pér þarf að kasta einhverjum spell, takk. Sko, hann tók 200 damage á Necro, sko. Ha. Og svo... Já, ég menna, ég get ekki lengur drifið neitt, sko. Nei, nei. Og sverð, reiður, á ulti. Og hann nær líka últan, sko, shit. Og hann er ekki að fara að bakka. Nei, bara vel spila hjá honum, sko. Tiff á súrtunni. Já, já. Veitu, þeir finna Viperinn líka. Hvernig finnaði Viperinn? Ha? Já, ég veit ekki alveg hvernig hann var þarna. Veitu, En- ég þarf að spóla tilbaka, sko. Pabba fyrir bara eldan í 10 ára, eða?
Já, hann er andast bara að elda hann allan tíman. Já, ok. Já, þetta er ansi röff, sko. Líka það leikur var hnífjafn, síðan kemur bara eitt svona risa misplay eftir misplay þetta topp. Já, Þú veist, þau voru þetta nú þegar buyback, það var bara, þú veist, að taka hana fight var rándýrt, sko. Þú veist, þau voru nú þegar með necro problem og síðan gefa þær honum bara 5 kills. Já, Og þarna kom Sun King ulti og það er fullt af damage þarna. ok, Furion er að deyja. Furion dauður, ok, En- Surta ætti að deyja líka held ég. Nei, nei, Q deyr, Sul. en núna eru þau búin með öll spelli sín og Puppafett og Sverðir ennþá bara healthy. Þetta er ultra kill sýnist mér, næp, ok, double kill. All chat hérna frá Q að segja over spurningamarki. Mótastjórn. Hvað er mótstjórn, sko, shit. Þetta er ekki mín deild. Það komið Bloodstone líka á Bloodseeker. Hjattið er að láta Q heyra það fyrir þetta. Axar er okkar maður. Já, Hjattið er ekki hrifið af þessu BM, ég er sammálaðinn. Q er að reyna að læra últa á hitjunni. Já, hvað er það? Það er eitthvað slæmi veggur að ég tók ekki eftir því. Ég veit ekki, kannski var Q bara að lesa spellana sína í fætunum, það gæti verið. Já. Puppafett er ekki hræddur við neitt, sko. Nei, hann er líklega jús. Hann tekur ekki damage, sko. Sérðu Neip. það? Hann er með 100 HP ríkjan, sko. Hann tekur ekki neitt damage. Þetta er dónalegt, sko. Ok. En þú veist, það er zero fucks. Shit, ok. Vá, hvað þetta er sterk maður. Necroin, sko, shit. Já, og síðan er sko Bloodseeker vandamálið komið í gang, sko. Já, líka bara Hann er level 24, sko. hann er með svo mikið nettur, sko. Já, hann er ándurst herra level en Puppafett. Það er galið. Já. En já, ok, þetta eru sko 2 hittir sem voru ekki snertar á TI, sko. Að stoppa þessum leik, það er galið. Ég ánægði með leifarnar samt, þeir eru ekki bara eitthvað að gegja út, sko. Bara leifa að klára leikinn. Nei, ja, nú voru menn bara að stratta hvað þetta gerir næsta leik, sko. Já, Þetta er nákvæmlega, bara, nýta tímann, sko. Já, ok, ég kallaði hann ná. En, já, en nú er þetta líka búið, sko, en þú veist, já, einmitt. þetta var búið fyrir 10 mínútum síðan, sko. Vonandi er communication og channelinu bara það hvað þeir ætla að gera og í hvaða face þeir ætla að banna Necro. Einmitt. Þetta er líka fallegt að sjá. Axarinn gerði þetta í gær, hann sagði bara vel hann sagði GG vel spilað. Ég fílaði það, sko. Það er alveg svona, hvað segir maður, það er svo kurteislegt að segja þetta á íslensku, sko. Já, bara sammála. Hendir í eitt velspilað ljúft að sjá sig í Viki, Viki, hann er bara, heyrðu, Steam er niðri, það er... Þetta er bara, það er allir vinir hérna í chatinu, sko. Já, Steam er eitthvað niðri, það er að... Þetta er bara routine þriðjudagur, sko. Einmitt. Það er kannski 5-10 mínútur delay hérna. Já.
Það er að restarta Steam eða detti sjálfkrafa Nei, 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 ertu bara alveg pottslagur, sko. Já, ok. Já, Það kannski gerir ræða ekkert þessum leikinn. betur að því. MVP, það er ekki bara Pubba Sko, Fett eða... já, það verður bara að vera Pubba Fett. Fyrstu 10 mínútur heims alveg 100%, Einmitt. en svo bara tók Pubba Fett þennan leik yfir, sko. Já, sérstaklega shoutout á Hims. Það áttu virkilega gott early game, sko. Þetta rotation yfir á mitt alveg sílaði það, sko. Já, Það var eina deathið á Pubba Fett. ég held sko það sem leikveitarnar hefur getað gert að þeir vinna náttúrulega offline sitt að Heroin Horse hefði átt að fara bak við turnin að drepa creepu þar svo að creepin hans taki turnin. Það skapar bara svo miklu meiri pressu sko og þá getur líka, þú veist, Lína Durtani getur ekki verið að hanga bara allir topp líka á meðan sko ef hann er að búa til svona mikla pressu. Já. Ég veit ekki, sko, hvað gáttu þið gert í, þeir hefðu líka ekki bara reynt að drepa Pubba Fett, sko. Hann fær ekki júls fyrir hann, sko, einhvern tíman. Já, bara seinast í leiknum sko en Já, sko málið er bara að eftir að hann, þú veist, hann er komið sko 14 eða 15 mínútur í turnarsrátt. reyndar. Þú veist, þegar Ég það veit ekki hvernig það er að drepa hann, sko. Þú veist, þegar það kemur þá þurfum við bara að ignora hann sko þegar þeir eru líka ekki með neitt cuts í Línum Durtanum þannig að það geta alveg bara hlupið frá honum og bara splittpúsa skilur frekar en að vera eitthvað að smóka þrýr reyna að drepa og eitthvað bara fara að splittpúsa og farma meira sko. Þú veist, þeir drepa hann aldrei fyrir en þeir fá eitthvað vessel og blinka á Sun King sko. Þannig að sjá það líka núna að Surda var 0-1-20 sem 5-mann hann að Einmitt, já. En já, eins og ég segi, þeir eru bara með 3 passífa kóra líka í leifunum, eða þú veist, líka Já, þess Viki er svo sem að henda í alveg ágætis punkta að pikka Viper til þess að kaupa Pipe og ekkert Manta og PL. Já, sko náttúrulega hann þarf þannig sé ekki manta nema kannski fyrir grimstrókið en eða þú veist, hann verður aldrei silencer af Bloodseekernum og þú veist, ég hef alveg séð þetta bild oftar en ekki á PL að kaupa Axe Diffu sko en já, ég veit ekki Já, PL já, er bara svo ég held toxic að hetja, sko. spurningamerkið sé við hjartað þarna, sko, að Já, líka hann náttúrulega að kaupa hjarta þá er Necron bara að gera meira damage við þið sko það líka þú fær bara fullt af damage og Manta, sko, og Eilúðin verður sterkari og vil gera meira damage og þetta er alveg, Já. Já, menn er allan ekki dett inn í lobby hérna. nei, ég þarf að henda í gangi, ég var bara að ná að tengja sérna, sko. Það var allan að komið, sko. Veit ég ekki alveg hvernig draftið var en svo er líka bara spurning hvað þetta PL hafi ekki bara verið frekar glatað pick, sko. Já, ég meina, það er bara glötu hetja, sko. Og reyndar er Bloodseeker það líka, sko, en... En þú ert komið comfort hetju þar, sko. Jú, það er alveg rétt, sko. En ég held að PL sé líka nefnilega bara comfort hjá Jesus No. 1, þess að hann viljaði pikka hann. Já, það getur verið, sko. Og svo, ég sé ekki... Ég sé engan í hinliðinu online. Sverð var að detta, nei, býtu.
Jú, hérna já, sjá núna. Við getum farið yfir það að Agent Biggi Frendi er að gera það sem ég bað hann um. Það er að toga vúnir á mitt level. Það er vel gert. Takk Frendi. Hvað þýðir það? Já, það er bara þeir voru að tapa rangleik. Uh, Það er bara til þess að tala um eitthvað sem er í gangi hérna. Einmitt. Svona. Á ég að koma í lobby eða? Uh, nei, ég fyrir bara í Watch Game. Já. Það hafa þarna 5 mínútur delay á lobbyinu sem sagt streamið live. Kótsin er komin inn í partíið, sá ég. Hver er kótsin hinum megin? Hjá sem sagt leifunum. Mati er kóts hjá... Já, Matti er coach á leifunum. Það er mástu fjarkinn sem að er Já, hann er í villi. Ha? Matti er sem sagt í frendafla mástu, hann er fjarki. Já, ég veit hver Mati er, sko, en hver er kótsin í hinu liðinu? Já, Atli, Icefog. Já. Hann er með sem sagt Súrta og félaga. Það er skrýtnir hlutir í gangi. Brummi er í rangleik. Þetta sé bara ár síðan þetta hefur gerst. Já, ándjóks. Nei, Brummi er spila alveg rangt. Já, ekki byrju, vákvæm er mikið unrangt. Já. Það er þetta, ég held að spila bara eitt rangt á og til að viðhalda rankinu, sko. Hann tók einhverja rangt smá keislu hérna í lok ágúst síns mér. Já, ég hef bara alltaf séð hann í rangleik síðan hann fór á vinnulista minn, sko. Já, einmitt. Og bara eiginlega flest líka vinir þeirra, eða svona vinahópurinn þeirra spila mikið bara unrangt. King Daniel að henda sér online. King Daniel, djöðl eru margir online, holy shit. Já, það er svolítið slattið, sko. Ég held því sem að þetta eru okkur 40-50 manns hérna, sko, shit. Þetta eru svona 3 in-house lágmark, sko. Ég er með einhverja 30 á mínum lista hérna.
Já. Agent Daniel mættur líka í Woodstock. Þetta er boomers. Já, ég er sammála Vika. Það er vantar að þessi leikur fari í gang, sko. Hvað er uppi? Já, þeir eru eitthvað voðalega lengi að segja mér hvort þið viljið first pick eða second pick eða Radiant eða Dire. Já, hendum þessu í gang. En það er samt Því miður 5 þarf- mínútur í að við fáum leikinn, þannig að Já, því miður þarf streamið að byggja þarna í 5 mínútur. á meðan ætla ég að spekka bygga frænda mid Invoker. Ok, ég ætla að gera það líka. Við ætlum að halda þeim entertained hérna. Já, Ég get líka fundið nema, er þetta ekki mid? Ég ætla að skoða bara prófælið á Róberti frekar. Hérna, Lost Bounty Hunter, það er flott. Er það ekki bara raukt? eða? Hann var að spila mid Bounty Hunter. Hvað er gæðin að grífa maður? Ná, ok, hann hlýtur á að switcha við... switcha við Tiny ok. Eins fucking gott, sko. Já. Sjá Rím tapa hérna allir saman. Þetta er gott að sjá, sko. Þetta er bara gott fyrir hjartað. Yeah. Jeez. Hvernig tapar hann á Underlord? Ha. Já, þú gerir það ekki, ég er búinn að sjá það. Þetta er mest broken hedge í leiknum, sko. Það er eins gott að þetta sé mest broken, því ég er recalibrate til að taka 10 Underlord-leiki. Já, þetta er mest broken hedge í leiknum, sko. Við hefum líka eftir að taka coaching sessionu okkar, sko. Ég skal sína þér hvernig á að vinna hvern einasta leik á Underlord, sko. Ég er bara, Ég líði þetta. það er ekki hægt að tapa á þessari hedju, sko. Sama hvernig leikurinn er. Hvernig hefur skoða prófílið á næst? Laying in a tournament. Ég var ekki að grínast með það, ég er bara að horfa að byggja frænda að spila Invoker mid og sjá aðeins hvað er í gangi hérna. Já. Það er svo lone druid, ekkert nýtt þar, ok. Yes. Við viljum tjekka hvort að leikurinn sé að fara að byrja hérna. Hvað? Þurfa þær að banna hennar Necro?
Sko, allan ekki bjóða honum upp á að þeir eru með, hvað voru með, 3 eða 4 strengþessir, sko. Já. Já, leikurinn sem heitir Lei, sko. Hver er í þessari mótstjórn eiginlega? Hver er að taka sér ákvarðanir? Já, veist, hver setti upp lobbið á og okkur var hann ekki bara með 2 mínútur delay? Á, djók, sko. Það eru Consequenced Ranked Hero Selection. Hvaða velur hann? Hvaða mynd er þetta? Guðum góður, sko. Ég var okkur bannað á Twitch fyrir að sína þessa mynd, sko. Er hann með... Profile picki hjá Róberti. Núna hlýtur þetta að vera að byrja. Hvað... Það er ennþá eitthvað að lótast inn. Bara að halda fram að skoða leikinn hans Róberts. Þú veist, síðan Ég hvernig vil heyra smá flame með því, sko. Já, síðan hvernig Róbert spila OD, sko, þetta er galið, maður sjá þetta. Þetta er turboleikur. Ok. Ok, hérna að spila Brút, ég get alveg fleima það. Ó, hann á svörtu kóngulófaskinn á Brút, maður. Hvað er þetta link hans? Ha? Ég held að við þurfum að fara að fá laukringinn til að hendi einhverja línu á þessum tjátti. Það þarf að laga stemninguna hérna. Já, honestly, sko. Herru, leikurinn kom í gang. Það er Rikki bann og, já, Necro bann hjá leifunum. Vil ekki hleypa honum í gegn. Skiljanlega. Og þeir banna Rikki, það er náttúrulega kvef. Já, Og síðan reyndar spilar Sverf líka Rikki, þannig að... ok, þannig að þetta er, já, náðu þarna 2 fuglum einum stein. Underlord Abaddon Villstöktur hinum megin. Já, Það er svona... það súrt að glemdi að vera að banna og banna úr Abaddon sinn. Og sterkast að heitli leiknum bannu líka, Underlord. Búinn að Shadow Demon líka. Hver er það sem spila Shadow Demon eiginlega? Er það Hims eða? Já, Pakk ég veit það ekki. Eða þú veist... Alltaf Mói og Hims eru supportúið, sko. Þekki Pac-Man ekki neitt, sko. Já, ég held nefnilega sko fyrst að heroinn hans væri fjarki og Mói þristur. En þeir voru eitthvað, það var ekki þannig í síðasta leik, sko, kannski eru það ekki rólinn. Ég held að Matti vilji ekki spila kór. Ok. Já. Lion. Viki kom með prediction að það veri SK midina hjá Durtunum. Hjá Durtunum. Já, Pubbuffet ætla að sína hvernig á að gera hlutina. Já, hvernig á að spila SF, nei SK.
Engan spurning, þetta er bara ágætt. Tapar leik, og pikkar bara nóg af stönnum í næsta leik. Já, nákvæmlega. Fá bara svolítið af stönnum hérna og drepa hetjur, sko. Einmitt. Undying, ok. Ég var lengi að hugsa um þetta, en Arnar fær Undyingin sinn. Það var bannað síðast, sko. Já, Nú kemur Bloodseeker bannið. Þetta getur alveg verið hættulegt, sko, ef maður breytir bannanum of mikið á milli leikja, sko, bara út frá því hvernig leikur 1 fór. Það getur alveg verið svolítið hættulegt. já, ég er ekki viss um að það hefði verið þörf á að banna það báða, sko. Allavega, sko, að þau díluðu við Bloodseeker, sko. Bloodseeker var ekki vandamáli síðasta leik, myndi ég segja. Nei, ekki nema bara fyrir en að leikunum var búinn, sko. Nákvæmlega. Takk Pudgeon líka hjá Puppafett. Buffet. Og Ill spila líka Pudge mikið. Já, ok, þannig að þetta er líka aftur ná að taka 2 út hérna. Ill spilar mikið, Invoker, Einmitt, ég veist að því, mikið sko. Pudge. Invoker, sko. Já. Ég vona bara að þessi leikur verði ekki alveg að passífur á síðasta leikur, sko. Bæði lið voru svona að vonast til að hitt lið myndi hlaupa inn í hvort annað. Þú veist, hvorugt lið var með eitthvað svona alveg katt, sko, en núna er allan að koma með smá initiation á Lion, sko. Þyrfti að vera einhver Óli í öllum liðum, sko. Einmitt, einhver Tiny Tusk sem bara, Shoutout á Ruffalo, sko. sem bara góðar inn alveg saman með deg að hann bara fá information, sko. Ég ætla að gíska á að komi Monkey King pick á dörtunum. Já, hver spil það? Sverð. Ok. Það var snappa er það svona sem getur verið flexað. Þá hann sé sterkastur kannski á fjarka. Fjöldaframleiðsla á Rúfalo. Já, það... Sko, það þarf bara að halda bootcamp, Óli. Bara arena, Ándjóks. 10 manns. Voða mikið af flugum í kringum hennan Undying, sko. Já, hann er ógislegur. Flugurnar eru bara jafnlan, sko. Sko þegar maður er búinn að spila Dota svona lengi þá verður maður svo vanur, skilur, að sjá bara hittunar og pæla ekki það mikið í þeim, en þú veist, sjá hann. Gæinn er með, sko, hann er með horn, hann er með svona tennur eins og Bretar, hann er með, sko, Hann er með fótboltamann og tennur áður en þeir fara Já. að kaupa sér þetta stellið sem allir eru með. Nákvæmlega. Hann er varla með mikið af inniflum þar sem að mæjan hans er bara sogin inn, sko, og rifin bara standa út og síðan eru flugur í kringum hann að reyna að éta hann, sko. Já, ég bara hlæði líka tjattinu, sko, að vera að henda í að... Þetta er hárrétt, sko, þetta er bara staðrendir. Já, já. Það eru Hooting Mars, ok, þetta er enda mjög sterkt lane, það eru konum með Cats, geta fæst einhvern veginn í að rýna og hann ekki með Void Nóg af Spiritum. stönnum. En ok, gott að Void Spirit picked, sko, hann getur bara hoppað inn og út úr arínaðinu, góður á móti Mars og getur sprengt þessa hútvingu upp.
Þannig já, ég fíla líka að hann pikkar hann bara núna sko þegar hann var bannaður í síðustu leik, hann vill gerðinlega bara spila Void Spirit. En kemur ekki bara Sand King aftur? Já, það gæti alveg verið sko, núna allan líka geta hann kombo almennilega með þessu Sand King sko, kemur eitthvað Marserina og síðan brjálaður Sand King inn í það sko. Já, Nei, ok. ok, stil honum einmitt, ok. Já, ég fíla það. Þetta var gott stílpikk á línu sko. Já. Ég held að það hefur verið alveg grjóthart að taka Sand King aftur á leifarnar, sko. Einmitt, þannig að já, þetta er gott pikk sko, ég veit ekki alveg hvað hann spilar á midd hjá leifunum sko. En það er nú að ýmsa leiðir til að counter hann on Void Spirit sko. Sett ekki ef hann spilar Sko, kannski Ember eða eitthvað, Ember alveg getur skítið á Void Spiritin sko. já, það er samt alveg svona, Eitthvað Weaver, ok. Já, ég held Weaver á svo sem bara fínt lane held ég á móti Sand King sko. Hann þarf ekki að standa inn í Sandstorm, hann bara kemur fyrir lastið og fyrir úr Sandstorminu. En þeir eru nú með ansi mikið burst á línu og durtunum sko. Þannig að það er með Dúsubann. en ég hefði eiginlega viljað sjá Dúsu pikkað í staðinn fyrir Vífurinn, sko. Miklu auðveldar að spila hann. Já, það er alveg rétt sko. Og líka bara eitthvað, út með Mars fyrir lockdown með þér. Einmitt. Og, þú veist, Void Spirit Sand King gera ekki mikið við hann sko. Já, góð kvöldi. Já, Góða góða kvöldið. kvöldið, velkomin í kastið. Nú eru þið að kasta. Já, Já. þú mátt alveg vera með ef þú vilt. Já, Ég- yeah. alveg. Þeir erum bara að horfa á leikinn sem að Súrda og Hims og Heroin Horse er að spila. Bara í Watch Já, Game. eru þið að horfa á live eða? Nei, bara Watch Game. Já, Já, ok. ferði Watch Game, já, það er 5 minútur delay á leiknum. En já, lín og líka fyrir ykkur sem eru kannski að opna streymið þarna og Nei, þetta leikur þetta var ekki Doomsday, þetta var Icebear Viking sem var að mæta inn. Sorry Biggie. Já, lín og durtanir tóku leik 1 og þetta er leikur 2. Ok, það er búið að banna Sniper. Þetta sé Dragonite. gott fyrir þá að hann hafi verið bannaður. Já, þú veist, ég veit ekki, hann har kannski fínt Já, leina það er móti vel. Void Spirit en síðan eiga svo Svo er það bara matur, jump á sko. hann, Já, það ég veit ekki, kannski samt, við sáum alveg á 10 að það er erfitt að counter hennar Sniper sko. Þú veist, þó að lið var að pikka Storm og Mars saman þá náður ekki eins og að drepa hann sko. Já, það er reyndar. Já, það er líka svona flexpick. Sko. Hvað ætlum við að sjá hérna? Viper, Huskar. Já, sko, Huskar er allt í lagi en hann er svolítið special hitja sko, þú ert að vera Huskar gæi sko. Það er DK, Bannaður. DK bannaður. hann er bannaður. Sko DK er líka fínn á móti Void Spirit en hann er lélegur á móti Sand King. Þú veist, Ember er besti gæðin það, ok, Timber er líka alveg fín sko. En samt svolítið mikið magic damage þannig að Mars þarf að kaupa Já. pípu og hann þarf líka Eternal Strát á Timber sko. Og það er Dazzle, byrju, ok, Nú, hver er Þetta Karri? er Sverð Dassul. Er það já, Karri. Karri? þetta Já. Holy shit, ok, pocketstrat eða? þetta er Pocket Strat, shit. Hann líka bara gali skinn á Dazzlunum sko. Ok, byrju, hvað er það byggið? Fer hann bara í eitthvað Dazzle eða attack speed eða eitthvað, þetta er alveg áhugavert sko, ég er spenntur að sjá hvað hann gerir sko. Þetta er bara Axe Blink og eitthvað, sko, veit ég. Já, Bara- ok, bara svipað á mitt Já. Dazzlum, já, ok.
En sko, nú þekki ég Sverð og hann er ekkert alveg, hann er kannski búinn að spila 40 leiki þar sem hann fer í Deso, Orchid og Dazzle og þó að það gangi ekkert í þessa 40 leiki þá kannski reynir hann aðra 40 sko. Ég skilju, já. Þannig að það gæti alveg komið eitthvað svona aðeins öðruvísi. Já, þetta er þetta umöluðu Dasso-leikur þannig sé sko að þú veist gera ekkert við neina af kórunum. En þeir, já nei, já þetta er swap ekki neitt, hesturinn var þristur á þann, djúk. Já, jú, þetta er sömur ról svo hann bara mitt. Já. En hvað, þetta er þá Lion Weaver lane og svona Húdning, sko Húdning Mars er mjög sterkt lane. En ég veit ekki alveg hvort að þeir drepa einhvað á móti Undying Dazzle. Nei, ég held ekki, ég meina Veist, jú, ef að Dazzle misplayar þá vissulega, þú veist, ef hann fer úr framalega. svakalegt burst dæmis. Já, kannski þegar ég fá level 3 mögulega sko. Þeir eru með alveg sko 3 burst, hann alveg 4 burst alveg. Já, Þeir getur bara sprengt hvað það heitir með. Hvernig eru facetin á Dazzle? Ég enda hef ekki skoðað Dazzle eftir facet path held ég. nei, ég er reyndar sama hér sko, hann er með eitthvað Poison Bloom, þannig að ég vil tjekka hvað það gerir. Já, það er refresh og spread og poison touch þegar hann Herri. takkar enemies. Robert er að spila fucking sniper sko, shit. Byrju, hvað segir þið? Segir það þér? Poison bloom dótið, það refreshar poison touch og spreddar því þegar hann takkar. Þannig ef hann er með það á einum og takka þá spreddast það. Ok, já, ég skil. Já. Það er já, við erum að lótast inn í leikinn hérna. Það er level 30 mars. Já, ok, það er gali, ég vissi það ekki að hann væri level 30 mars. Það er engin smá smíði á þessu mars, þið vitið það segir við ekki, það er alveg hárrétt. Þetta er hinn eini sanni heroinhestur. Ég held að sé enginn annar level 30 mars sko. Hvað það mars, eða ekki einu sinni master tier sko. En já, Bæði lið smóka. þetta er galið voice line sko. Það er já, Jesus number 1, Weaver Carry, Mói, Lion 5, Hims, Húdving Fjarki, Offline Mars, Heroin Horse og Mid Timber hjá leifunum. Vilt þú kynna inn línu og dufta? Einu megin eru með sverð á Carry Dazzle og Surda og Undying 5. Við erum með Puppafey á miðjunni sem að tók yfir leik nr. 1 á Necrophos en hann er að spila Void Spirit núna og svo erum við með Djúf á Sand King og Ill á Snapfire. Bæði liði er að smóka og smókin er þetta runnin út en þeir eru að fara að klassa hérna á botlininu. Dæ er með high ground advantageið. Puppafett sér á, Úf, Risa Stun. já nei en Dazzle hitti alla sko. Holy fuck, Bústaf niðri. Og þetta, Hann deniaði líka tombstone. Ok, fá return kill hérna. en hesturinn er í vesenni. Hann á 4, 3, já, ok. Þetta verður erfitt einn fyrir hérna á Íverinn að byrja. Já, hann allan fekk 8 stikkjartu sko, þannig að það er jákvæmt allan. Hann fekk líka kill. Surda fekk first blood. Og Surda líka deniaði tombstone síndist mér, þannig að hann deniaði hann með þessu 100 Já, XP. vel gert. Já. Herru, já, Pac-Man læti finna fyrir sér mitt. Já, það er líka annað sem gerðist þegar Void misti rosalega mikið health í þessum fight sko. Það er alveg... Rýtsinni með. Einmitt. Hann það bánti í búðina.
En nú sjáum við aðeins hvernig Dazzle harassið mun virka, sko. Það er... Já, ég er eiginlega mest spenntið fyrir þessu leini, sko. Þetta hljómar svo ass eitthvað Undying Dazzle, en ég held að ég held að sé að kúka, sko. Ég get sagt þér að Sverð er búið að spila mikið. Já, það er reyndar... Hvað segirðu? Hann er alveg þetta í level 2 þannig. Falleg. Steini átti ekki spell. Þetta er level 2 timingi, sko, þeir eru að fokka um mig. Já. Andur. Bara leið að var level 2 þá Já, var hann tilbúinn. vel spilað, sko. Já, easy. Já, það var flott hjá þeim. Svo ná líka að gera það, sko. Vá, þetta er geggjum voiceland, bæði á Mars level 30 og Undying level 30, sko, shit. Bíddu, bot. Nei, við ekki. Zombies refreshaði ekki, bara Dazzle sjálfur held ég. Já, bara það spyr svo sko svar þetta- getur í frá já. sig, sko. Þarna, Ekki mikið damage. þetta var risastórt fyrir Radiant liðið, sko. Já, hann tankaði helling, sko. Hann tankaði allt of mikið, sko. 24 sekundur í blóm. En bæði lið þurfa að fara að fókusa aðeins meira á last hit, sko. Það er engið með En góða Pakman last er hit. allavega að gera góða hluta við núna, sko. Já. Hann loksins í winning Úff. matchup, sko. Já, nú er komið blóm, Ilsækir það niðri og Heims spilar vitlausum megin. Já. Hann þarf bara að kaupa boots og Ring of Protection á Mars, sko. Já, veist, annars getur hann ekkert staðið hérna í þessu Hann leini, er að fá salv hérna. Já. Æ, ég veit ekki. Salv breytir engu, sko. Hann aftur bara að lamma með einu kúi á Dazzle og það er á sama stað, sko. Ok, Surta er mjög low, en Þeir get ekki, þetta er bara space, sko. Steini, ekki láta cancela salvinu þínu. Þú ert að spila mjög aggressív. Já, byrju, hann á stikk. Ok, Já, vel já, spilað. Steini, vel gert. Ok, en út ykkur Aðeins aggressív. Já, Það er return kill, það er ekki skemmtilegt. En það er spurning hvort það sé vorðið. náttúrulega, já. Surta hann náttúrulega með mikið gull og hærra level, sko. Já, ég held að það sé alltaf leið. En Dazzle er næstu level 5 núna, sko. Nei, ég mótti ekki snúa við þarna, þetta var dýrt. Já. Úff. Svo hann þarf bara að Verður kaupa ekki. boot, sko. Better not catch you littering, bro. Menn er ekki að respekta Dazzle damageið, sko. Nei, hann lappa over í base núna, sko. Þú ert að spila ennþá alveg eins aggressív hann getur. Já, bara, þetta er mjög næs, sko. Vel spilað honum. Passa að Marsin sé ekki að koma áttir í lane. Úff, hann þurfti líka að kaupa TP á Mars, sko. Vá, hvað þetta er dýrt. Ég myndi samt vilja sjá einhver fleiri rotation hérna. Já. Men ef að Lion kemur, þú veist, aftan frá stönnarinn Dazzle, hann deyr bara, sko. Já. Það er bot, það var góða sandking. Já, já, hann er komið með Javelin á Weaver, ok. Það er ekki í nolli eða Falcon Blade eða neitt. Tombstone top. Já, hér er hann á steir bara, sko. Þú veist, hann vantar bara boots, sko. Keypti allan að Ring of Protection, en hann vantar boots. Hann er með boots. Já, ok, hann var að kaupa það núna, ok, ég les. Og Weaver tépjar, nei, tépjar upp og hann fær Surta sennilega.
Og þið drepa courierinn hans. Hann á ekkert mann eftir, hann verður að drepa núna. Já, já. Það veitir hann, já. En- Hann missir samt á 2 veifum, sko. Eða meira núna, sko, ef hann... Ég kannski Hann að fær það veif stikkar hann topp bara samt í topp. staðinn. Já, en það var Marcel að missa veifi, skilur við. Núna er mikilvægt að Lion deyi ekki. Þess að þeir hönda hann, en Einmitt. Sko, Pöppa þetta vel gert Steini. Jæja, þetta er gott kill, hefur maður. Þeir eru andur sem hann... Já, náðum. Ok, vel spilað. Og þeir fá Súrda líka, sko. Já, hann fær Pöppufett mætir. Pöppufett mætir. Shit, ok, þetta er... Er hann að glína upp hérna? Nei. Vá, hann er ekki stönnur hérna, shit. Ok, gott bakgrunnet hjá Hims. Ok, Gott Fallegt. stun. Já. Og hann er að fara að stela. Ok, vel gert. Já, hann ætlar í það, en... Ég veit ekki hvort hann drepa hann ekki bara. Nei, ég veit ekki. Nei. Vel spilað samt hjá Pacman, sko. Hann er bara að geta turninn hana, sko. 8 mínútur sem Timber. Og efstur í Já, eftir í Lost Hits. Og í rauninni er þetta rotation hjá Buffett allt og langt, sko. Já, sko, Heroin Horse þar, þeir þurfa bara að fara að stakka, sko. Þetta gengur ekki. já, þetta er bara mjög gott fyrir hann. Hann hefur meira að gera... Hann er ekkert að gera móti... Mitt þarna móti... Já, þeir máttu bara ekki fæta hann, sko. Sko, Ekki aftur, sko. Málið, sko, hann tappt Hann fær að vægist hérna. Hann fær frían turn samt á Pacman, sko, og þú veist, það er svo ógislega Já. að Voidspyrnan getur bara klíra veifi og síðan fara að ganga, koma aftur með klíra veifi. Sko, Hann var Dassul, nokkuð frían leik hérna. Jú, hérna á Sand King. já, einmitt. Þannig að Nei, sko, það getur verið svolítið hægt á núna þegar hann er komin level 6. já. Ég vil líka, Þá hvort þið gera eitthvað með það. já, GP og Snap, hann fór upp. hann er ekki úr, samt. Það er komið Mailstorm á Weaver. Já, sko, Vífurinn er líka alveg formaður, sko. Það er alveg fínt. Hann er alveg 1000 kall yfir Sangin, sko. Snap er eitthvað að laumast þarna. Bassul, fór hann bara í jungle eða? Svo bara 2 supportar, en ok, já, hann deyr bara núna. Kemur börsta með því. Þetta er náttúrulega... Það er svakalega erfið. Já, Voidin deyr, ég ætla að spóla tilbaka og sjá það. Já, þeir Það er eru bara svakalegt börn sko. Já, shit. En Dying TP hann niður. Ég ætla að setja press á turninu niðri. Já, fínt. Þeir verða bara að ná þessu turnum, sko. Það er bara fínt hjá hann að tipja bara niður. Hann hefur ekkert meira að gera topp eila, sko. Nú er það að drepa Sand King. Ok. Nei. Hann fær 3 bounty rún. Huge. Sko, þeir eru alltaf inn í sandstofnum Já. og stakka stönnum líka. Já, það var... Hann deyr bara, sko. Ég held að nægur hann... Nei, kannski ekki, en... Já, nei, ekki stakka stönnum, sko. Þeir þurfa að ákveða hverju það er stanna fyrstur. Þetta var mikið space. Já, Þeir svolítið. geta kannski refsað með það. Það kom inn núna.
Nei. Þau eru bara að taka turnin, sko. Hvernig ætlaði að drepa Sandkingi þeirra? Já. Ég er ekki alveg, sko. En Sandkingin, hann er að fara bara beint í blink. Hann er ekki að fara í Bloodstone. Nó, já. Já, ég held að það sé alltaf lagi. Getur bara follow, þú veist, eld Voidspyrjan bara og reyna að drepa hann Timber ára hann Timber verður ódrepandi, sko. Þegar það er Arena top, þeir eru góða sverð, hann á ekki shallow grave. Hún bara dauður þetta, já hann deyr. Já, Shit. ef hann fæði bara 1-2 prokki viðbót þá er hinn líka döður. Og Ildur Já, já. eru Pac-Man mættur. Voidspyrd er að koma. Langt hefði. Sko, Matti á ult. Já, Þannig að ef hann törnar bara á Sandking núna, það getur bara drepið hann. já, hann á ekki stíl. Matti, fingeraðu. Ok, nice. Jæja, þetta var hjút skildur á. Ég hefði bara beitað á lengri inn held ég, sko. Steinar spjót. Steini deyr bara út af zombie, sko. Bíddu, pöppa fyrir. Nei. Holy shit, ok. Vá, bíddu, hútt. Og Surta fær heims líka. Vá, Hvernig, þetta var það disaster. já, þetta var smá disaster, sko. Þarna var sko, það var ekki alveg nógu gott. Matti þurfti að ulta strax sko. Já, þau tóku svo mikið auka damage frá Sandking, sko. Já, þeir þurfti ekki að taka neitt sko. Bara leið og hann góðar áttu bara ultan, hann var steindauður sko. Já. Hann náði líka einhvern veginn að nota últið sitt, sko. Já, Það fætti verður svolítið erfiður þegar Mars er búinn að nota ultið og Já, núna- mjög. kasta börstónu, sko. Já. Timber líka low mana og... Byrju, ok. ó, fallegt Steini. Já, geggjað. Þetta var töff. Böllspila. Það var bara gullfallegt sko, og drepa Surta veintilega líka. Já, meira. Og fá Tombstone. Meira. Ok, byrju, það er snart. Og fá ill Já, líka, ill þetta er- deyr, sko. Dæfa. Nei, Tækt. Já, það respawna strax á undaðing. Hann er mættur. já, En á meðan eru að splitta mappið á bæði sverð og hver, sko. já, Sverður er að fara að taka það vistumrún. Já, vil spila. Hann kemst upp með það. Heroin Horse enda på level 7, sko. Hann er på level 11 og das. Já, hann er með Maelstrom, hann er fyrir Gleipni, ok, já. Vá, okkur er það ekki hug. Það er actually huge. Já, auðvitað. Já, þetta er mjög skemmtilegt bild hjá. Já, ég fíl það, sko. Þetta er alveg, þetta verður... Maður þarf að passa sig á þessu þegar við spilum út í línu á durtunum, sko. Sá Mars kaupið voru blink hérna örugglega. Já, við erum samt offlinerarnir er ekki búin að queue upp neina áru. Það er Bloodstone á leiðinu á Sandking núna. Já. Þeir eru að góða pöppufull, Já, erfitt að ná hann samt ef að Marsin er Já. að sko. en þeir fá kannski einhvað í staðinn. Já, vá. Fá mikið í staðinn. Fá Timber líka. Þetta er Víverinn að mættur. Hann deyr bara líka. Vífur, úff, Já, hann bara döður hann. Eða hvað? Oh. Rétt svo lifir. Pappa þetta eftir að elda hann samt. Nei. Fá myndunum.
Það komið gleipt í líka dassur þegar hverju eru í spónar. Þetta verður mjög erfitt eða get ekki ná ekki að börsta einn út. Nei mitt. Steini kom með blink. Þeir verður bara að spila í kringum hérna arena. Já. Ég kefti líka Tranquil Boots á Mars sko, það er áhverð. Ég mynd, þú veist, armor hérna er svo gott mótið Void Spirit og Dazzle sko. Það er Athos og snappaði líka þannig að við erum með double root. Og Mage Slayer og Void Spirit. Ok, smoke. Það er 3 manna smoke, 3 buskaðar eru smókaði saman. Þeir eru að setja upp bot Þeir eru bara sko. 3 hérna bot. Já, þetta er góður fight sko. Já, þetta er góður fight. Og Vífurinn er að sleppa. Það þarf að ná góða rýna. Ok, það er ekki alveg Þetta er fínt að rýna sko. Þetta er gott að rýna sko, já. Það refsaði alveg Vel ítlalega. spilað, já. Það er bara... En, já. Það var vel ekki, spilað. það var engin spell til að cancela þannig að. Það er ekki bara að læja. Já, það var cooldownni. Já. Þannig að Já, vel spilað. það var líka bæði killin á Víver. Þeir eru að smóka aftur. Ætla kannski í pubbafett en núna eiga þeir ekki að rýna eða neitt sko en það eru með fingurinn. Já. En þeir drepa hann ekki nema Timberinn sé á honum sko. Einmitt. Og Hann Timberinn er var bara eitt í þetta núna. En þeir ætti að fara á Dazzle núna. Núna Já. ættu þeir að fara á Dazzle, Þeir eru já. að fara á hann. Dazzle sko. Hann er allt og gráður þetta. Úff, Það eru óhefðilegt. Nei, hvað er að gerast? Nei, Þetta er mér. Hættu. Guð minn almáttugur. Ég trúi þess ekki. Guð Stundum minn er bara heppni með þér. almáttugur sko. Hvernig komst hann upp? Hver farið hann upp? Eða þú veist. Steini spyraði hann í gilið og leikurinn sett hann upp í staðinn fyrir niður. Vá, ég andúst trúi þess ekki. Þetta var galið. Það var svo döður. Ég... var alveg magnað. Almáttugur sko. Já. Þetta En- var óhefðilegt sko. Ok. Lion á efna á blinki núna. Það er á leiðinni til hans. Já, það er líka fínt að taka turnin. Snappin er tippið en það sjá þá sko. Góð Steini. Þeir verða að hjálpa Timber sko. Já, Þarna. geggjaðar Það rýna. er enn á allt. Já, Hann lifir ekki núna. Hann allar inn. Bitu, Sangi mættur. Timber döður, ok. Stein döður. En hinn er slappa, ok. Ef að Víver hann tippið bot, þá er þetta alltaf læg. Ef hann tippir ekki bot, þá er þetta alveg game losing. Kannski. Úff, hann er að missa svo miklu farmi bot, sko. Já, hann verður að passa sig að velja rétt targeta á reyna. Sko. Já. Það var fínt að rýna, sko, bara fljótur að responda líka, en... Já. Þetta var líka bara gott initiation hjá Kvef að ná þeim aðna Já, eftir þetta. var það, sko. Það er mjög flott. Hann er að fara í BKB á Víver, sem er bara aftur læg. Getur mótið því. Það er eitthvað torment að fæta Ravage. Bitti. Þetta var andast. Sjöld er hann að híla. Sjöld hílar Það er verið að híla allt og mikið þarna.
Hann á ekki að rýna strax. Og það hrekti á hann. Nei, Víver. Byrju, ok, Víver kemst burt, held ég að ætti að komast burt. Þeir eru svo fucking low, ok. Vá, ok, Ill er að óna, sko. Já. En hann dreipur bara Víverinn, sko. Engi með dust, klassíst. Það er að fá tier 2 turnin, já. Það er mjög dýrkæft að tapa svona fight í kringum bæði tier 2 turnin og Tormentor, sko. Hann gerir náttúrulega allan damage-in hérna snappaði. Já. Það var líka sko 3700 damage frá Sand King sko. Já, mitt, já. Við verðum með PKB núna. Já, Þeir ættu bara að taka fight sko. Radiant. já sko, þeir Þeir- eiga bara að taka fight þegar þeir eiga að rýna, sko, og þeir þurfa Já, að þeir eiga að já, rýna núna sko. þeir þurfa að nota eins oft og þeir geta, sko, einmitt. Bara off cooldown þurfa að nota það, sko. Það er eina leiðin fyrir að vinna eitthvað fight, sko. Komin Axe líka á Void Spiritin. Hver var að fara í Júls að Sólakresta og Snapfire sem er bara ógeðslega gott með Dassulum. Ég er að elda steina þarna eitthvað, ok, hann er þetta er Já. óhefnilega sko að rýna fyrir þetta. Já, Og hann er Æ, samt og hann deyr samt. úf, já. Það er stór kill. Nú er það reyla bara brjóstar að gera hvað sem er. Já, ég meina, þeir geta ekki unnið fight á leifunum án þess að vera með að rýna sko. Þú veist, þessi Víver þarf að split pussa sko, bara eins mikið hann getur. Já, sko þetta er eiginlega, þetta er smá gríf. Ég geta honestly farið high ground sko. Já, ok, tökur burt. Agents of the void. Ég er líka bara að pæla í, þú veist, þessi Timber með Sivas, hann er ekki með Internals Route. Ég var að líka fara í pípu á Timber sko, ég held að Mars þurfa að kaupa þessa pípu sko, ekki BKB. Já, Hann var alls ekki að kaupa, já, það þarf pípu frekar. Og í Tornastráta á Timberinn sko. En það er Ross fyrir línu út uppana. Þetta fílaði líka það sem Kveð verið að gera sko, hann er að taka svo mikið farm frá leifunum. Þetta er fyrstu Ross í seríunni. já. Já, nú Kveð geta þið spila svolítið aggressiv með Void og þótt að verður já, þetta er niður að reyna sko, þá er allt í góðu. Iron Horse þyrfti eiginlega hérna fyrir fressu. já, einmitt, nákvæmlega. Þess að Dassul hefði eiginlega orðið að taka þetta, ég meina Dassul getur bjarga Void Spirit en ekki öfugt sko. Og þeir ná bara að drepa hann að Void Spirit mestalagi einu sinni og þá þurfa að nota allt á hann sko, en ég held að Dassulinn geti alveg bjargað hann sko. Það er líka leifir Darsalum að sítsa sko. Einmitt. Já, hann gerir 250 damage á Dassul sko, hann gerir mikið damage. Ég
fílda sólakast líka og snappar að stoppa Dassulum. Ok, það er góð. Lion dauður. Sangking fastur inni. Hann er með blöstan í gangi. En Sverð þarf að passa sig, ég held að Sverð sé dauður. Nei, ok, hann lifir. Úff. Undying bjargar honum. Og núna þeir eru ennþá Sangking út eftir. Getur ok, Undying deyr. Sverð er fucking tæpur, hann deyr. Æsi dyri. Voidspirit þarf bara að fara all in, sko, hann er með Aegis. Ok, Mars buyback líka. Og þeir bakka. Og þetta eru 2 buyback. Ég veit auður. Nei. Bítu, hvað er að gerast? Má miscommunication þarna. Bítu, hann healar. Og Steinið deyr. Já, og það er meira. Hver er með orkið? Hann er með orkið á heims, holy shit. En það er meira. Já. Ég fíldi að pick up, en já. Hann á ennþá Aegis líka, sko, shit. Steindauður segir frammi. Já, það er hárrétt. Sko, Weaver gerir alveg damage. Já, þeir eru bara með svo mikið sustain, sko. Þú veist, Undying nullar út allt þetta damage frá Víurnum. Og nær Víurnum Wow. gott change done. Og Oh. vá, hann var í kastanimation, sko. Já. Það er þannig að fyrsta raxi komið. Já, Óli, þetta er over. Það er lítið hægt að gera í þessu. Hann á að rýna, gott að rýna, ok. En þeir eiga bara ekkert meira. Já. Já. Snapphæ er náttúrulega bara eina hetjan sem þarf ekki vision inn í Arena til þess að gera allt damageið, sko. Það er mitt. Já, þetta er... Snapp er eiginlega góð, sko, bæði með og á móti Mars. Já. En það er einmitt, sko, hann hefði geta verið komin með Pipe á Mars. Fyrir einhverjum bygabréf. Þú veist, Timberinn er eitthvað að reyna að gera... Vá, hvað er mikið damage. Shit. Það var farið matta líka. Þegar ég fílda Dassul dæmi, sko. Þetta er alveg töff. Fílar þetta vel. Já, þetta var skemmtilegt. Lastback hérna. Já. Vá. Sjáðu, hann er að hakka Pac-Man, sko. Holy shit, þetta er líka... Þessi faser gerir mikið damage, sko. Vá, ok, fuck. Þetta er over, já, GG kalla. Já. Þetta var skemmtilegur leikur, sko. Menn lifa og læra, hver hendur í vel spilað og good luck next. Ég fíla að segja vel spila frekar en well played, sko. Já, Lína og Durtanir taka Game 2 líka, það er þess að 2-0 fyrir Lína og Durtanum. Það leit, sko, drafti hjá leifanum leit betur út núna í þessum leik heldur en áðan. Síðan er einmitt bara þetta... Já, það er líka það, sko, að þú ert að spila á móti Dazzle Carry, þú ert að vanmeta hann. Og það er það sem er að gera þarna á leininu, sko. Já, ég meina, hann þurfti bara að kaupa armor items og boots, sko, miklu fyrir. Hann fær boots á 50 mínútur, sko, það er bara allt of seint.
Já, Pacman stóð sér vel í miðunni. Já, Pacman stóð sér mjög vel sko, hann líka var að refsa þeim sko, hann tók turnin á mínútu 7 eða 8 eða eitthvað á Timber. Kaupi líka Shivas bara fyrst sem að ég sátti með, er með svo mikið heal og síðan átta bara fyrir yfir törnarstrát og þessi Mars þurfti að kaupa þetta pipe sko. Já, það er svo ekki mikið meira að segja sko. MVP, Sverð, Dazzle. já, mér finnst bara að allir spila mjög vel í Game 2 á línu og dustunum sko. Ég áttu allir mjög góðan leik. Ég maður segir líka bara svona surprise faktorinn og Já, spilaði gott legin. Ég- Ill reyndar, Ill spilaði náttúrulega hann 12-2-13. Já, spilaði Svo mjög ég vel tekið tilbaka, Kitty MVP. Já, eru enda þar, ill MVP í þessum leik. Hann líka sko, ég fílda Solarcross svo mikið að hann kefti það fyrir Dassulen sko. Það var alveg gott sko. Jatti vil Pub MVP og viðtal. Peppa MVP og viðtali, já, við kunum tjekka á því. Hann kefti líka Desso sko, þeir eru með svo mikið mínusarmar þarna. Hann keipti þessum þegar þeir voru að taka þriðja rak sko. Þú veist, þeir eru með, já ok, en þeir eru samt með sko Snapfire mínusarmar, Dassol mínusarmar og síðan Desso og Peppa fyrir mínusarmar. Það var, ég fíla þetta draft hjá línótur þannig sko, gott draft. Ég vil tjekka hvort einhver vilja koma í viðtal. Þannig að það sko, hólkynni síðan þessi leikur kláraði sko, þeir eru ekki bara farin að sofa sko. Já, einmitt sko. Ekki mikið viðtals, takk, segir hann. En Okkur. Arnar Já, er blessaður, alltaf blessaður, til blessaður. í að flexa. Já. Þeir spiluðu mjög vel strákarnir sko. Já, þetta var Já. alveg fínt sko. Þetta var flott Mér- leikur tjóð. Hver var pælingin á baku þetta Dassol pick eða það? Má ég gíska, Óli sagði bara að geða með Dazzle. Já, hann sagði það eiginlega sko. Sko við vorum að ræða að við alveg fílum þetta í tætlu sko. Þetta var mjög töff að horfa á sko. Þannig að vorum svolítið líka fegin sko, tókum hann daginn og fengum síðan beint ömmuna eftir. Það Já, einmitt. var pínu þægilegt sko. Já, Nákvæmlega. Kitty var með að spila góða ömmu sko. Ég var að reyna að tróða þessum öndæðing á hann sko. Já, byrjuð það, vildið þú ekki spila öndæðing? Eða ekki þín hetja? Jú, Aldrei, spila hann svo oft sko. aldrei myndi ég pikka Ember og lengur með að spila hann sko. En hérna, var engin pæling að pikka Monkey King þarna í leik 2? Jú, ég skaut í Já. fram sko. En svo sagði hann Dazzle og við vorum allir mjög hrifnir af því sko. Já. Þetta leitið alveg mjög vel út sko, og líka sérstaklega með mínusarmárunni frá bæði Snapfire og síðan hann kaupið Desoletra á Void Spirit sko. Þannig að ég fíla Þessu skúli sá bara svo portana hjá þeim og bara pikkið bara mitt í mitt. Ég surfaði þetta svo bara og byrjaði bara að Einmitt. hreinsa upp þegar ég kom að item sko. Já, nákvæmlega. Já, ég fíla þetta draftið. Svo var þetta Poison og DK og hann í Tombstone. Bara, ég myndi ekki vilja mæta þessu leini sko. Einmitt. Nei, svo sér maður líka, og þetta gerist endur oft á móti daginn, menn fara að vanmeta damage sem kemur út sko. Og gerir þetta á móti Dazzle kannski líka. Já. Þetta er alveg viðbjöður. Já, sérstaklega sko þegar þú veist, maður er vanur að spila mútið Dazzle 5 kannski og hann er oftast kannski leveli á eftir á en hann var alltaf með level á undan sko, þá sérstaklega vanmetur þetta sko. Já, svo maður heyriði ekki í Óla fyrir hann sagði yes, ég er komin í level 15. Nú fer ég að gera skaða sko. Hvað er það 15 altså? Já, Ég held takk þessi eitthvað 8-10 attack speed eða eitthvað sko. Já, hann var líka að lemja mjög hægt sko með sólakrastinu frá Snapfire, ég fílaði það. Já, það var hann að lemja fyrir 250 og sem sagt,
að 250 damage og það var bara eins og hann væri með sko Snapfire eð í gangi sko. Já, Já, byrju, er þetta eitthvað sem hann sjálfur bara kúkaði upp eða? já, eiginlega sko. Þetta er með töff sko, þetta, þú veist, hann kaupir líka Gleipnin og okkur sko, þetta er, mér finnst alveg passa að þannig sé inn í metaði sérstaklega þú ert á móti svona line-upi þar sem þú getur stompað leininu og ert með undæga, híla og eitthvað, fara á móti bæði. Voru líka, þú veist, voru með svolítið kannski þægilegt, sett upp á liði fyrir hann sko, vorum hann með stunts og mikið heali og saves og Já, var náttúrulega í leiknum fyrir leiknum að vantaði kannski svolítið upp á cuts eins og Void-spilin. það breytist aðeins í þessu sko. Já, Mér fannst já. við eiginlega bara að hafa unnið í picking phase-unu sko, við vorum ekki með miklar áhyggjur sko. Einmitt, já, svo sem alveg sammála því. Það eina sem ég hafði smá áhyggjur af að skefa Timberinn yrði og feitur en síðan fáið líka bara eitthvað, fáið þetta deathball timing hjá okkur. Já, það byrjaði svolítið snemma bara. Já. En já, Randi, þú með einhverjum fleiri spurningar? Já, æspyr. Nei, ég er bara ekki alveg sammála Arnar þegar við unnið í Pickstagesinu sko. Mér fannst nefnilega bara Sorry, liðið já. hjá Radiant vera bara alveg drullu solid sko. Já, ég held samt sko, ég held að þeir ná sko þeir ná bæði Snapfire og Sanging af leifunum. Já, Þú veist, ég held að báðar þessar hitjur voru örugglega hátt í priority hjá þeim að komboa með þessum Mars sko. já, ég reyndar held að þeir hefðu pikkað, ef þeir hefðu ekki pikkað Sanging þegar þeir pikkaðan þá hefði hitliðið pikkað Sanging sko. Það er þannig að þú veist. En við vorum alveg til í hann sko. Já, einmitt, ég er eiginlega sammála Arnar að þeir unnu svolítið picking face og líka þá mental game ef að það var planið að taka snappin og Sangingin sko. Hrafn Q var svolítið hissa hvað þetta væri sterk hetja sko. Það Sanging, þurfti já. hann bara Bloodstone og hálfódreipandi sko. Já, einmitt, þetta er alveg galið sko, það er alveg ástæða okkur þetta er first pick eða first ban á TI. Já. En við vorum aðeins búin að gera heimavinnu. Já, það er ágætt sko, það er líka mjög mikilvægt. Byrja á Atli þjálfarinn eitthvað, var hann með ykkur í draftinu á þessu sinni eða? Herðu, nei, hann var MIA í seinni en svona, við sagði okkur svona eiginlega hvað við áttum að banna sko bara í fyrirleiknum sko. Við fórum svolítið eftir því, við vorum að banna heitirnar hans Moi en svo spilaði hann support, það kom okkur svolítið óvart sko. Einmitt, það kom mér líka óvart sko, ég held að hann var náttúrulega þristur. Já, og hann að klokkin í fyrsta leiknum, hann var hellit öflugur sko. Já, sko Him spilaði mjög vel sko, sérstaklega á Já. klokkunum. Og já, Ég held að það sem brauta alveg niður, það er þegar allir fóru á sverð þegar hann var einn og spýra á hægrandu og náðu að típið út sko. Já, Já. það var galið sko, ég skil ekki hvernig þetta gerist sko. hann sagði bara eitthvað, herðu, hann bara bjargaði mér. Og svo bara voru við hinum með á mappinu. Því hann sagði eitthvað, ó nei, ég hef komið nú langt. Hann var alveg steindauður sko. Já, ég skil ekki hvernig hann lifið þetta, hann fór svona milli sko laufana á þessum trjám sem voru þarna í þessa gjótu sem er þarna og síðan bara yfir klettin sko. Já, ég skal vel trú að þetta hafi verið pínu pirrandi að vera í hinn liðni að lendi þessu sko. Já, ég held það sko, alveg mjög svo. Já, ég ætla að hrósa strákunum í leifarnar. Flott nafn líka liðinu sínu. Já, einmitt. Er þetta mjög gott nafn sko. Þetta er gott nafn sko. Já, ég bara þakka ykkur þá fyrir bara skemmtilega og góða viðuregn og sem hafa mikið með sigurinn. Þeir eru núna með 3 sigra eða ekki. Jú, 1 tap. Einmitt, já. Ég er bara... Ég segi bara GG vel spilað, góða nótt. Já, Já. takk fyrir streymið og kastið. Minnsta mál. Og bara takk fyrir leikinn. Skemmtilega leikir. Takk sem liðis. Bye. Segðu það, bye. Þá ætlaði ég líka bara að ljúka streyminu. Takk fyrir að horfa og sjáumst bara í næsta leik. Eins og Blessi Vili.